Hæ, elskan. Hvað segirðu? Það finnst ekki vera góður. Hvað er gangi? Góðan daginn og verið velkomin í OK. Viltu aðeins að syngja fyrir ykkur að það? Ég ætla aðeins að fá að taka lagið. Hvað er að gerast? Varstu ekki flott hjá mér? Varstu ekki flott hjá mér? Oh baby. Já, hérna er þátturinn byrjaður og við bara hérna hressir og kátir, það ekki? Hvað er að gerast? Glæný mynd á okkur. Glæný. Þetta er glæsileg. Glæný mynd eftir Atla Sigursveins. Geggjað. Gæsla flott. Þetta er einn sexy mynd. Þetta er tveir fólar hérna. Hvað segir hann á sjálfum? Ég segi bara góð. Ertu málaður? Já. Ég minn einu. Hvað er þetta? Ok, nú fara tennur af. Já. Þetta er sem sagt, sko, ég reyndi að gera drag eins hratt og ég gat. Og algjörlega óreyndur. Hrattdrag, óreind hrattdrag. Þetta er nýtt form. Þannig að þetta er hróttalegt drag hjá mér í rauninni, sko, fyrir fólk sem er heima þá er ég í stór merkilegu dragi, ekki fallegasta drag sem maður hefur séð en ákveðið drag samt sem áður. Ég held að vera að púlla, sko, nei, ég ætla ekki að segja það. Viltu lýsa hvernig ég líti út fyrir hlustendum? Já, þú ert með fyrir þá sem er ekki að horfa á okkur á YouTube. Vilji með rauðan kynnalit, rauð og svona blettartíks glerugu, kvenmannsglerugu, hárkollu, ert með varlit. Já. Og varlit og svo varstu með platt svona tennur, forljótar platt tennur upp í þér, svona úr partybúðinni. Já. Já, skan. Ég held að sé hárið, ekki frekar, það var ekki tennurnar, en það er hárið og glerun því ég held að vera að leika Guðrúnu. Hérna, hvað heit hún aftur? Guðrún Ásmunda? Nei. Þú fórst líka að syngja, ég er eitthvað. Já. Þetta er náttúrulega æðislega. Þetta er svo stórfænglegt hérna. Sorry, ég er smá veikur. Og svo gaf hann sálega frá tennur. Svo ég fá dætt af manni. Þú þarft nú að leika með gerðutennur eða ekki latta. Já, en þær eru sko sniðnar að mér. Já, þannig að þú setur upp í þig og þær er ekki að fara neitt. Nei, þær er ekki að fara neitt, sko. Það er tennur. En, er það ekki smá óþægilegt? Jú, það er mest megnis gaman, sko. Já. Ég held að með 2 karakterar sem ég tek líka baksið sem er ekki úr lattasýningunni. Hvað karakter eru það? Tek eitt sem ég bjóð til sem er Ástráður. Já. Sem er kynfræðingur frá Bolungavík. Og annar sem er Stephen og hann er frá Stephen. Hann er bresku sviðstjóri. Já. Og það smá nóti líka. Lappar að baksið með stóru tennur og eitthvað. You know, I wouldn't mind showing a bit of skin on stage. Já, I wouldn't mind doing it. Það er náttúrulega I like showing a little bit of skin. Það er náttúrulega bresku sýningarstjóri upp í Borgarleikhúsi. Jú, það er Chris náttúrulega. Já, hann er samt ekki þannig, sko. Nei, hann er alls ekki þannig. Chris er bara mest harðvindið maður sem ég hef séð á æfiminni. Já, sko, þetta drag líka, ég ákvað að fara í svona þetta look út af því að uppáhalds dragdrottning í mín er hún Bailey J. Mills sem er með fyndnustu dragkarakter sem ég hef séð. Já, þú varst að sýna mér þetta daginn. Hún er ótrúleg. Alveg rétt, maður. Og ég bara gjörsamlega dýrkana, sko. Og þannig við langaði svona eitthvað smá stílísering á henni sem ég yrði gagnrýndur af aðal umræfni dagsins fyrir. Já. En það er svona gaman. Við kannski sýnum ykkur eitthvað með henni, sko. Við höfum alveg tekið þátt í dræjaður. Ekki í dragsýningum kannski, en í skóla. Ekki dræja í skóla. Já, og sko, og ég segja þér af hverju ég fór í þetta drag, eða? Já.
Nei, ekki segja neitt. Það er því ég að fara að vesta með bók í forlaginu. Ok, já. Og það er svo gaman að vesta bækur. Ég veit samt reyndar ekki þegar þessi þáttur, jú, það hlýtur að vera ennþá í gangi. Já. Með bókamarkar forlagsins. Já, einmitt. En þáttur dagsins er ekki forlagið. Nei. Þóttu séu miklir forlagsmenn. Einmitt. Viljum við segja hlustundum og áhorfendum að prófa að tjekka ef að bókamarkurinn er ennþá þá er tjúluverðabókum, þið getur klárað jólainkaupin núna. Vá, gimmitt. Það er ándjóks, þú getur klárað jólainkaupin fyrir svona 7 skall, bara fyrir allt liðið. Já. Bara allt heila klappið. Einmitt. Mér er gaman að fá bækur í jólagjöf líka. Ég elska góða bók í jólagjöf, sko. Það er bara eiginlega, ég bið ekki meira í rauninni, í jólagjöf, skal ég segja þér. Já. En við náttúrulega getum talað umræðefni dagsins. Hvað? Það er að hlusta á mig með í þessum búning, í þessu dragi. Ég lít glæsileg út bara fyrir fólk heima. Þú ert glæsilegur, já. Þú ert, ándjóks, þú ert glæsilegur, sko. Ég er stór skemmtileg. Er svona heitt í þinni? Það er mjög heitt í þinni. Það er mjög heitt í þinni. Já, ok. Ég er ekki með nafn á mína konu ennþá, en við sjáum bara til. En umræðefni dagsins er Hekklína. Hekklína? Já. Veistu hver það er? Nei. Þú mátt vita núna. Hlustum í næsta þætti. Já, ok. Nei. Stephen Thor Grigelko fæðist nálægt Minneapolis. Mamma hans, Kristín Lárusdóttir, er íslensk og pappa hans, Stanley Grigelko, er amerískur. En Stephen fæðist á engum öðrum degi en 17. júní. Takk hérlega fyrir. 1967. 6-7? Jók. Nei, ég ætla ekki. En sko, foreldrar hans skilja þegar hann er einungis 6 ára. Og þá byrjar Stephen að flakka á milli landa. Og hann er eiginlega mestmegnis á Íslandi þangað til hann er 16 ára. En samkvæmt honum þá var hann það var mikil vinna að ala Stephen Thor upp. Hann var erfiður unglingur. Ok, hvernig þá? Bara, þú veist, ég held að hann hafði gaman að hafa gaman. Hafði gaman að því að hafa gaman. Mætti segja, partyboy. Glæbur. En svona 16 ára þá fer hann til pappa sinns í Minnesota og þar heldur hann áfram að vera erfiður og fer þá í sjóherinn. In the Navy. En hann er það stuttan tíma því sjóræningarnir, þeir tóku ekki vel í fíknefna notkunina hans. Svona stundum sumu fólki ágirnist efnum meira en öðrum, myndi maður segja. En hann varði mikið af 8. og 9. á Íslandi á milli þess sem hann var í Bandaríkjunum. Þannig að má segja að hann hafi alst upp hér á landi að miklu leyti. Já, 2 ár því. Já. Ástæðan okkur hann var svona oft á Íslandi var ekki bara heimsækja móðurlandið, heldur líka bara að láta renna af sér. Stephen átti þetta vandamál með fíknefnin og stundum var gott að geta komið til litlu Reykjavíkur, náttúrulega gamla Reykjavíkur in the 90s í bara afvötnin í rauninni. Kannski aðeins erfiður að komast í efni. Já, bjórbann. Ég veit það ekki. Ég veit ekki. Það var bjórbann. Nei, það hættir 89. Það hættir 89, já. Þannig að bjórinn er nýkominn þarna. En hann mætti alltaf til Reykjavík til þess að kæla sig niður. Og svo byrjar hann 1991 þegar hann var 24 ára að stunda stað sem hét Moulin Rouge, talandi Moulin Rouge. Sem áður hafði heitið uppi og niðri. En það var klúbbur við Hlemm þar sem Páll Óskar sjálfur og Marius Sverrisson byrjuði að halda dragsjó. Og mér á mér þetta, já. Uppi og niðri hétt klúbburinn áður. Staðurinn áður. Stephen og Páll Óskar urðu reyndar elskendur bil. Einmitt. Og það var mikil og sterk ást. Já. En hún varði því miður ekki að eilífu og það er bara mestmegnis út af fíknefnavandanum. Vá maður, það er mikið fíknefni. Já, hann bara fjall, skilur, hann átti vandamál með efni, skilur, það var ekki, þú veist, þetta var ekki, þú veist, hann fjall. Já, þetta var ekki gaur
sem að reykja jundu af og til eitthvað svona, hann bara þú veist fjall skil, og þá var hann fór hann samkvæmt að bóla Pál kaf Óskari bara. algjör pest já. En Stephen og Pál héldu samt Stephen og Pál eða Pál já, Stephen og Pál, Jesús, Pál Pál Oscar Paul Oscar þeir héldu áfram að vera vinir samt sem aður sko. þeir áttu margt sammeilegt og þróttið þið hafi krúsa hvort annan fyrst þannig í Vesturbæjarlaug þá eftir það urðu þeir góðu vinir eftir að þau, hvað segir krúsa hvort annan í Vesturbæjarlaug shit hittust þar sko, þeir sáu hvort annan þar fyrst á tímum þegar Vesturbæjarlaugin var já, það kannski, já, ok stemningsstaðir, já, þú ættir bara að rannsaka það sko, þú ættir að kíkja það en já, förum aftur af Moulin Rouge það var sem sagt kjallaraklúbbur þar sem voru þessi dragsjó, 91 efrihæðin var knæpa sem hétt Keisarinn með svona útigangsfólk stundaði þannig að útigangsfólkið var á efrihæðinni dragdrottningarnar voru á neðri hæðinni með sjó alla föstudag og laugardag það sem er það er fatabúðar núna, eða ekki? Það er svona second hand fatabúð já, er það, allir það sé staðan já, Keisarinn einmitt, ofan, eða ekki? það geti vel verið Keisarinn, já og það er merkilegt það er svona, ég hafði ekki orkunni að rannsaka nákvæmlega hvaða staður þetta væri en það make a sense rámað þig eitthvað í þetta? Ég var alltaf að nei, það var bara lítill krakki já, ég fæddur 88 en ég var alltaf að mæti 30 ára þarna byggjum eitt bjór hann var á Laugavegi 116 Keisarinn já Laugavegur 116 má ég sjá ætla það sé rétt hjá þér sko mamma týndi mér kannski í kringlunni þá var bara hvar er Fjölnir þá var ég mættur á Moulin Rouge og Laugavegi 116 þar varst þú sko heyrðu, er þetta ekki bara hár rétt hjá þér? Er það ekki? Ég held það veistu, ég held það bara Cha-cha fiesta! Vá. Cha-cha fiesta! Ég var að leika karta þú mást vel eftir Cha-cha fiesta! Ég veit ekki þú mást vel eftir hann stað Keisarannum Já, ég var alltaf að þannig að nei, djók þeir voru þarna á Moulin Rouge með dragsjó alla föstudag og laugardag Sorry, hvað þýðir Moulin Rouge? Rauða millan, já, djók Í fyrstu þá vann Stephen á hurðinni og í fatageymslu Já Stephen fylgdist hins vegar vel með dragsjóin og hafði greinilega mjög gaman að þeim einn daginn kemur að því að Marius vinur Páls sem hafði startað þessu dragklubbi með honum næri einhvern veginn að plata Stephen til að fara í drag já, og samkvæmt Páli þá var þetta ljótasta dragdrottning sem þau höfðu öll séð og höfðu mjög gaman að þessi og tóku myndir og pósuðu og þér er aðal ástæðana af hverju ég er svona dragdrottning akkurat núna en ekki glæsileg dragdrottning en er ekki eitthvað smá í dragi líka þú veist að ljótleiki er fegurð já það er náttúrulega ákveðnar dragdrottningar sem vinna mjög mikið með því eins og uppáhalds dragdrottningur mín Bailey J. Mills hún er mjög mikið að vinna með þessa típu sko. með nákvæmlega svona ljótleika hún er mökk fyndin hún er ógeðslega fyndin dragdrottningar eru yfirleitt mjög fyndnar nær allar bara nær ekki allar við fórum að dragsjó í Köpen það var ekki fyndið við fórum á svo leiðilegt dragsjó í Köpen ég hef aldrei verið jafn illa svikin svikin og dragsjó er þetta búið stóðan einhver stað fekk pening og þá bara fór og ég bara hvað er þetta? bara konart átjóks nei en þú veist ég hef farið að dragsjó Iðnó já ég mann til því það var geðveikt sko svo náttúrulega eru alveg dragsjó oft hér og þar alla Reykjavík já einmitt en já Stephen fór þá fyrst hann í drag 91 á Moulin Rouge með þegar Marius og Páll náðu samfæran að prófa smá drag því Stephen hafði greinilega einhvern áhuga á þessu sko. hann var eitthvað svona glitta í augunum þannig að þú veist hann hló en það var eitthvað meira við þetta en bara eitthvað lítið grín já Stephen ætlaði að leggja þetta fyrir sig Stephen Þór Grigelko það var búið að planta fræði það var að byrja að vaksa já. Sama ár, 24 ára skilst mér, ég reyndi að svona fact-checka þetta alveg nokkur sinnum flytur Stephen til San Francisco San Fran með íslenskri lesbískri vinkonu sinni sem hann giftist svo hann myndi fá grænakortið
Ok, wow. og þar finnst hann honum smellpassa. En það líka borg Það er hinseinleikans. já, það svona góð hinseinleika borg sko, bara mikil stemning. Þar fannst honum hann smellpassa og þá byrjaði djammið, bæði hjá honum og í stóra samhengi sögunar. Já. Þegar hann á Íslandi og mjög mikið af tíman sem hann á Íslandi og kynnist Páli, þá hann edrú. Já. En hann fellur alveg af og til í það. Ekki fellur af og til í það, hann bara fellur af og til. Já. Þannig að það koma tímabil hjá honum þar sem hann bara í ruglinu, eins og ég myndi segja. Það var alltaf annarkvort, þetta var aldrei eitthvað millibil. Nei, það var annarkvort bara alveg edrú og hann og Páll náðu mjög vel saman þannig. Strax svo hann fjall, þá bara eins og Páll útskýrði, var hann bara pest. Hræðileg mynd. The Pest. Já, hræðileg mynd. Þá var þann The Pest úr bíómyndinni The Pest. Nei, sko, shit, þetta svarti blettur á sögu sleikaras sem leik The Pest. Já. Þetta rosaleg mynd, sko. Mér langar ég hef aldrei séð hana. Hefur aldrei séð hana? Nei. Ég held að sé bara YouTube, sko. Ég var að tjekka á þessu. Já. En ok, Steven komin til San Francisco, komin í skrall á alla vegu. En Heklína, dragdrottningin, Hans, já. hún fæðist svo 1992. Fyrst ekki gaman hvað ég bara slögt á þessum brandara. Hún var eitthvað, nei, Heklína fæðist svo 1992 í Miss Uranus pageant, sem svona dragkeppni sem var haldin á hinsegin staðinum Club Uranus. Geðvegt nafn líka. Nikki Starr aðstóði Steven við að skapa Heklínu, en Nikki sagði að manneskjan sem var verið að sminka væri með fagurfræðilega örðugleika. Hún sagði að Steven væri með fagurfræðilega örðugleika, aesthetically challenged, sem bara ljótur. Já, ég bara ljót. Oh my god. En Nikki sagði samt líka að Heklína, sem var með fagurfræðilega örðugleika, væri kannski ekki almennt álitin fegurð, en hún kæmi með svo mikla fegurð í heiminn, sem ég finnst svona skemmtileg og falleg pæling og lýsir kannski hvernig manneskja Steven Thor eða Heklína var. Ég veit. Þetta verður svolítið svona alter ego líka, útgáfa manni. Þetta verður bara, já. Ég veit. Margir sem sá Heklína stíga fyrst á stokk myndi ekki trúa því að hún yrði eins fræg og hún varð. Svo. Steven, Heklína, byrjar að vinna á hinsegin bar að nafni The Stud, sem enn opinn og enn til í San Francisco. Mér þætti mjög gaman að fara á þangað. Ég skal segja ykkur, eitt sem ég elska að gera því fyrir til útlanda að fara á hinsegin staði. Ég elska hinsegin staði, mér finnst svo gaman að vera þar. Fórum til Amsterdam. Já. Fórum við á hinsegin hverfið. Já. Geðvögt. Þar var bjarna stemning. Já. Shit. Eru við Birnir eða? Sko, ég var einhvern tíma kallaður Otter. Otter? En ekki Bear. Ég var kallaður Oyster. Ostrich. Ég er Ostrich. Slongan hás. Nei, ég verð ekki. Otter svona aðeins minni útgáfan af Bear. Já. Skilst mér, held ég. Ég gæti vera slúð. Hvað var ég? Ég var til að vita hvað ég var í. Ég held að þú sett Bear, sko. Er ég Bear? Ég veit ekki, kannski. Það var gaman að kíkja á The Stud. En á meðan Steven eða Heklína að vinna á The Stud, var hann hvattur endilega til að stofna sinni einn dragklúbb, og það gerði hann svo sannlega. 1906 stofnar hann þennan dragklúbb, og þessi klúbb, þá meina ég klúbb er hópur fólk sem með sýningu en ekki stað. Já, ok. Þetta var mjög ruglandi, ég þurfti að rannsaka alveg 4-5 greinar til þess að átta með því að þetta væri klúbbur en ekki klúbbur skemmtistaður. Já. Hann stofnar þennan dragklúbb á svona dragdrottningunni Pippi Lovestocking, og klúburinn slæri gegn, og með því slæri líka gegn Heklína, dragdrottningin sjálf. Heklína byggir á Heklu, eldfjallið. What? Jálfur? Heklína, já. Og Heklína varð ein bara stærsta dragdrottning síns tíma og í senunni. Og þetta er náttúrulega að vera að muna, þetta er fyrir RuPaul's Drag Race. Já. Fræðin sem þú fékkst kom annar staðar, meðal annars með svona dragklúbbum.
Einmitt. Og titillinn, nafnið á þessum klúbbi í fyrstu, ég ætla að segja þetta nafn á þessum klúbb einu sinni og þetta mjög hlaðið orð Já. og þetta ekki orð sem við notum í dag til þess að lýsa fólki en klúbburinn hét í fyrstu Tranny Shack og sá klúbbur var með rugglu dragsjó með klikkað mætingu setna breytti klúbburinn um nafn yfir í Mother ég mun hérna í frá ávarpa klúbbinn sem Mother þótt fyrsta nafnið hans hafi verið miklu lengra Já. I am your mother Ég sisters I'm your mother Heyrðu? Það ekki Oh shit Þú skalt heyra eftir smá aðeins meira fyrst þú þetta tala um þetta En 96 þegar þessi klúbbur stofnaður það var líka, þú veist, aldrei gott ár, eða þú veist, á þessum tíma þá voru lyf að koma markaðin sem virkuðu gegn eyðni eða þú veist, AIDS þannig að eyðni var ekki lengur banvætt sjúkdómur, fólk gat tekið lyf og bara lifað tiltölulega eðlilegu lífi en Stephen var sjálfur með eyðni sem hann fekk á Íslandi og hann fannst það dálítið pirrandi að hann fikk eyðni á Íslandi en ekki San Francisco eða skilur að því bara hann fannst það make svo lítinn sens þetta las ég úr viðtali sko. eyðni í Bandaríkjunum hún var ekki fyrst tekin og alvarlega af yfirvöldum Nei, ég veit það og eina af mörgum ástæðum að mér er svona ógeðslega illa við Reagan mér er mjög illa við Ronald Reagan af mörgum ástæðum, þetta ein þeirra að því bara honum gat ekki verið meira saman hinsegin fólk til þess að byrja með og fólk með eyðni ef eitthvað þá gaf hann í skyn að þetta væri afleiðinga þess að vera hinsegin hann sagði einu sinni í viðtali maybe the Lord brought down this plague illicit sex is against the 10 commandments Fyndi líka sko að það stendur bara í biblíun að karlmenn megi ekki sofa saman en ekki kvenfólk Já, ég veit sko, Hvað er það? Já, biblíun er mjög karllæg Já, karllæg Það er líka stendur í biblíun með ekki borða rækju skilur eða verið í fötum sem blanda 2 efni þannig að Já, polyester og cotton þá til dæmis þannig að þú ætla að fara bókstaflega eftir biblíunu það er í mjög erfiðu málum Já, Jesús mér Já, Reagan var vondur maður Mér fannst það ekki góður fáviti sko, algjör fáviti Það er ekki góður Aftur af Stephen Thor Já. Tölum okkar mann, Stephen Thor Já, Hann stofnar klúbbinn sem slær í gegn Fólk pakkat bara, það eru allir að koma inn Og núna við byrjum að tala um dragtímabil Stevens Þá ætti ég að tala meira um Hecklínu Þannig að Stephen er Hecklína, Hecklína er Stephen En núna verður hann ávörpuð oftar sem Hecklína Ok Dragið sjálft hjá fólki í þessum klúbbi gat verið allt, þetta var mjög framsækin dragklúbbur þetta var úr glamour drag yfir í swamp drag þetta var pjúra drag punk og þetta var punk sem Hecklína hefði kynst í punk sinnun á Íslandi skilu Hecklína hafði verið í punkin á Íslandi Já. og dragsinnan á þessum tíma samkvæmt Hecklínu var miklu frumlegri henni fannst skilur fólk vera miklu meira að koma með sínar eigin hugmyndir frekar en að stæla einhverja aðra dragdrottningu Já, einmitt eitthvað sem Hecklínu fannst þróast í ranga átt hvað var það frumleika og fólk var núna í nútímanu var of ofta herm eftir öðrum frekar en að Já, ég skilði vera frumlegt ég skilði, já þegar fólk var ekki að koma með sitt eigið þegar hún gerir þennan klúbb þá sér hún að fólk er mikið að koma með sitt eigið Í staðin fyrir að herma henni finnst með seinni árunum eftir dragsjó og allt það að fólk sér of mikið að reyna að herma eftir öðrum dragdum þannig að þegar klúbburinn opnar þá voru frumleg heitin alveg í hámarki einmitt. Og þetta voru svona vikuleg þriðjudagsjó frá Mother eða T-Shack og þau voru á The Stud sem var barinn sem Hecklína vann á en fólk tróðfyllt í staðin þegar sjóin voru og það voru marga stjörnur sem tóku þátt í sjó hjá T-Shack eða Mother meðal annars Animatronic söngkonan í Scissor Sisters geðvögt Caro, Lady Gaga Gwen Stefani Mary Wilson, RuPaul Michelle Visage og fleiri tóku þátt í þessum sjó geðvögt þetta var
hotspot Einmitt. bara aðalstaðurinn til að vera. Mother lifði alveg bara frábæru lífi sko. Heklina túraði stundum bara með atri og framkomum allt land, bara með sín eigin sjó. Árið 2014 keyptu síðan Heklina og Darcy Drollinger ásamt nokkrum öðrum fjárfestum Oasis, næturklúbb á 11th Street 298 í Soma-hverfinu í San Francisco. Klúbburinn opnaði á gamlárskvöld aðeins nokkru klukkustundir fyrir áramótin 2015. Og þá hafiði Darcy sagt þetta Heklinu: Ég hef þekkt Heklina í 34 ár. Að opna Oasis var hápunktur sem við deildum eftir að hafa komið fram í svo mörg ár á stöðum annara. Að skapa okkur eigið rými var draumur sem hvorugt trúði að við getum látið rætast, en samt gerðum við það saman. T-Shack, Mother, var flutt á Oasis nokkrum vikur síðar þar sem það var endurnefnt Mother. Þar fekk það aftur nýja nafni sitt, Mother, sem var virðingavottur við það hvernig draga fjölskyldur hlúa að hæfileikaríku listafólki. Að þessu sinni þá fekk sýningin besta sýningatíman, laugardagskvöld, og Heklina á þessum tíma var bara orðin mjög þekkt dragadrottning með mikla virðingu af senunni. Senan bara mikla virðingu fyrir hana. Auk þess að halda áfram að leika Dorothy í árlegum skopstælingum á The Golden Girls. Kom líka fram í öðrum dragskopstælingum eins og Janet Wood í Three's Company, Carrie Bradshaw í Sex and the City, Phoebe Buffay í Friends, Darlene Connor í Roseanne, og með alls konar svona dragskopstælingar á sjónvarpsþáttum sem hún kom fram með sko. Hún kom líka fram í mörgum svona Midnight Mass sýningum, Peaches Christ, sem áður voru haldnar á miðnætti í Bridge Theatre en voru haldnar sem síðdegissýningar og snemma kvölds í Castro Theatre. Þetta kannski meiri upplýsingar fyrir þið San Fran Íslendingarnir sem hlusta á þáttin okkar, þið fjögur. Alveg það, eða þetta sjómenn. Já. Heklina kom líka fram í kvikmyndinni Billy Clift. Nei, hún kom fram í kvikmynd Billy Clift frá 2010 sem hétt Baby Jane, sem var dragskopstæling á kvikmyndinni Whatever Happened to Baby Jane frá 62. Heklina stofnaði Daytime Realness 2011, sem var dragsýning sem var haldin á síðdegis og sunnudöfum á El Rio. En Mother hélt áfram alveg bara frá 2015 til bara febrúar 2020, en þá skall á ákveðin veira. Rétt áður en hún skall á reyndar. Heklina seldi sinn hlut í Oasis til að flytja til Palm Springs febrúar 2020, þannig að hún náði að selja sinn hlut rétt áður en COVID skall á. Það? Já. Slapp alveg bara naumlega við COVID ástand á klúbbnum. Heklina eða Stephen Thor á lífið það? Ég held að spoila eitthvað. Á meðan COVID var þá þurfti hún líka að finna sér einhvern pening. Hún tók þátt í Meals on Heels, þar sem dragdrottningar á svæðinu fóru með heimsendingu á mat frá veitingastöðum og fluttu síðan atri á gangstéttinni með viðeigandi fjarlægð sem hlut af þjónustuna. Það komu til einhvers með mat, svo bara sjó á gangstéttinni, bara dragsjó, sem finnst geggjur pæling sko. En 2023 þá hélt síðan Heklina sjálfsævisögulega einleikinn But I Don't Judge, sem hún samti ásamt Michael Phillips á Oasis í janúar. Hún hélt sem sagt þennan sjálfsævisögulega einleik á Oasis í janúar 2023. En einhver tíman það ár þá fettur Stephen eða Heklina. Og svo 3. apríl 2023, þegar Heklina átti að sína dragsýninguna Mommy Queerest ásamt Peaches Christ í London, fannst Stephen Thor Heklina látin í íbúð sem hann leigði í Soho. Einungis 55 ára. Overdose. Sá sem fann hana var sjálfur Joshua Granell, sem sagt Peaches Christ, og hann lýsti því þannig að Stephen hafði verið í Heklínudragi, lagi á maganum með hendurnar á hnakkanum. Löggan kom,
sendi Joshua til Bandaríkjanna, hann var þaðan og í langa tíma fannst ekki neitt, enga fréttir komið frá lögreglunni til nánustu aðstæðendur, engin krufningaskýrsla, engin dánarorsök, ekki neitt. 9 mánuðum seinna fær Joshua símtal frá manneskju sem þekkti Hecklínu og starfaði í líkhúsinu í London og sagði hann að löggan væri ekki upplýsan allt og væri reyna að vonast eftir því að hann myndi bara gleyma þessu öllu og gefast upp. Joshua fer á fund með löggunni þar sem þau neita að vera eitthvað hilma yfir rannsókninni en viðurkenna að fyrsti aðal rannsóknarmaður málsins hafi ekki sýnt sínu starfi almennilega vegna þess hvers konar manneskja Hecklína var sem var hinsegin manneskja og dragdrottning. Lögreglan lofaði að standa sig betur en enn og aftur var þögn í 1 ár. Þangað til loksins komu ljósmyndir úr öryggismyndaðilum. Þar sjást 3 menn, mjög óskýrt, yfirgefa íbúð Hecklínu stuttu eftir hún á að hafa látist. Voru öryggismyndaðar? Já. Myndina kom út 2 árum seinna. Lögreglan tilkynnti ásamt myndunum að þau vildu ná tali á þessum mönnum. Lögreglan sagði líka að þeir sögðu það við Joshua að Stephen hafði verið með ógurlegt magn fíkniefna í líkamannum, í rauninni bara þú veist magn sem bara getur drepið mann. Já. En þess vegna vildi Joshua sjá dánarvottorðið sjálft sem ekki ennþá komið, ekki ennþá þann dag í dag 29. september 2025. Bara því að Stephen hafi verið með banvænan skammt af fíkniefnum í líkamannum gæti hafa verið gert við hann eftir hann var drepinn. Já. Það gæti hafa verið neitt ofan í hann. Og málið þetta er ekki óséð að hinsegin fólk sé drepið með því að vera dælt með banvænan skammt af eiturlyfjum. En það var ekki fyrir svo löngu, ekki fyrir svo mörgum árum, fjöldamorðingi í London sem var gripinn við að tæla hinsegin fólk til sín og drepa þá með banvænan skammt af fíkniefnum. Það gæti meira sem hafa verið að þessi menn hafi fundið Stephen á Grindr, nota appið til þess að næla sér mót við hann og mætt síðan heim til hans og drepið hann. Eins og Páll Óskar orðaði þá hafi hún, Hecklína, dregið svarta Pétur á Grindr. Og á þessum tímum, í þessum tímum sem við lifum í núna, þá aukin hatursorðræða gagnvart hinsegin fólki á netinu og afleiðingar þess eru svona hlutir, svona morð, svona ofbeldi í garð hinsegin fólks. Ég bara skil ekki hvernig við mannfólki fórum þangað. Nei. Og hvernig, þetta var meira að skána og svo bara fór pendullin alveg aftur hinn aftur. Málið það alls konar sem gæti hafa gerst við Hecklínu, Stephen, sem mér skildist á einni greina, hann hefur seinna breytt í Stefán Þór Grikkelko. Það alls konar sem gæti hafa gerst við hann, en það mjög skrítið að hann myndi liggja á maganum með henduna fyrir aftan bak. Já, það mjög skrítið. Og það skrítið það var neittur. Og það skrítið að lögreglan gefa ekki út þessar myndir fyrir en 2 árum setna. Já. Þeir hljóta hafa þessar myndir mjög lengi áður. Af hverju ætti lögreglan að hylja yfir þessu? Þetta vandamál sem búið að vera í Bretlandi og kannanir hafa sýnt fram að lögreglan líklegt til þess að taka mál hinsegins fólks af minni alvöru en önnur mál.
En of hverju? Út af fordómum. Já. Já. Og mér líði skringilega að hafa sett á mig meik þegar ég komin á þennan stað, sko. Já, og svo grátiðu mikið. Ha? Já, grátiðu mikið. Nei, já, ég er svona Settur það meik? Nei, bara málingu. Bara létt púður á mig. Já, meinar. Mér finnst það mikilvægt að við höldum að standa áfram upp fyrir hinsegin fólk. Ég 100% sko. Transfólk. 100% sko. Mér finnst þetta alveg galið að við höfum okkur svona bara því að fólk er öðruvísi. Sko, það er einhver voða skrítin í hjarðinu núna, ég bara kommentakerfum landsins, ég hef aldrei séð jafn mikið hatur koma frá jafn mikið af fólki. Já. Undir nafni eða í nafnleynd. Mér finnst þetta ógíslegt sko. Hvernig fólk hefði sér sko. Já. Og ef það er einhver sem er á móti samkynni eða hinsinnleika að hlusta, já ok, þá má hann hætta að hlusta. Eða halda áfram að hlusta og læra kannski. Já, það er. Ef hann er viljugur, ef svo mannski er viljugur til að læra. Ég vil líka segja sko að þátturinn Þetta helst hjá RÚV hefur verið með umfjöllun heklínu. Það bara, ég var búin að ætla að tala heklínu lengi og svo bara allt í einu gerði RÚV það og ég er eitthvað andskotinn, en ég er svo þrjóskur að ég gerði það samt bara. Já, bara flott sko. Því ég fer líka meira í ævina yfir höfuð sko, og RÚV fjalla kannski meira fólkið í kringum Stephen sem þekkt hann á Íslandi, svo viðtölu við Pál Óskar. Já. Og til dæmis líka viðtal einmitt við Joshua. Já. En Joshua einmitt eftir þetta hélt mótmæli til þess að reyna að fá meiri athygli lögreglunar. Já. Og mér skilst að þetta sé komin á allavega sterkari farveg þar sem Scotland Yard er komið í málið. Þannig að við skulum vona að það sé sett meira púður í þetta. Þetta er skammalegt sko. Þetta er það. Shit sko. En við erum ekki búin að koma að staði hvað gerðist við heklínu. Og það er ekki ennþá komið dánarvottorð eða dánarorsök. Nei. Þótt að lögreglan hafi sagt að hann hafi verið með banvænan skammta fíkniefnum, það þýðir ekkert að það sé dánarorsökin. Nei. Það þarf að koma fram hver dánarorsökin sé. Já. Og við erum komin á virkilega slæmum stað í samfélaginu ef við höfum ekki lært neitt að tímanum og við virkilega farin að tala niður til hinsegins fólks. Sko, mér finnst við vera á virkilega slæmum stað að því að við erum líka orðin svo þreytt að því að þá verðum við dofin fyrir því. Já. Það er svo slæmt sko. Já. Það er eiginlega bara, held ég, akkurat eins og bara stjórnvöld í Bandaríkjunum. Núna, Trump, Já. Putin, Netanyahu og eitthvað svona vilja. Sorry, ég bara setið allar saman það sem þeir allir vilja er bara að maður verði dofin Já. fyrir umræðinni. Þetta sé of mikið. Þetta sé bara of mikið. Já. Það er rauninni ákveðin taktík sko. Og maður hættir að hlusta. Já. Og þá hættir maður að reakta líka. En það er mikilvægt að reakta á móti þessu og vera hávær. Já. Og bara láta heyra í sér og standa upp fyrir fólk. Já. Ég veit ekki, ég bara það skrítið sko, heklín að koma alveg mjög oft til Íslands og var alveg meira að segja á Pride-göngunni og með atriði og bara og Páll Óskar sá heklínu bara nokkrum dögum áður en hún lést. Og þeir voru mjög góði vinir. Þótt að við fyrst byrjað með að sofa saman og síðan voru þeir vinir. Já, það er bara íslenska leiðin. En það átti margt sameiginlegt, bara sameiginlega áhugin á hryllingsmyndum og fleira. Já, ég veit. En heklína var legend í sínum sko í sínum heimi. Einmitt. Og bara Coco Peru sko, bara ein aðal dragdrottning, ein mest svona þekktasta old school dragdrottning. Coco Peru tók mér þess að viðtal við heklínu á sín tíma í COVID. Og það bara mikilvægt líka að við höldum sögu þessa fólks á lífi. Coco Peru. Og mér finnst sko, ég veit náttúrulega við tókum bara
sjúklega ruggla beygju þarna alveg bara 90 gráða beygju en ég veit ekki, mér langaði fyrst og fremst að tala líf Stephen og Stephen svo við einblínum ekki einungis á dauða hans heldur líka á hans líf einmitt og það mikil að þú nefndroppar alveg fullt af risanöfnum sem voru að taka þátt í sjóum hjá T-Shack eða Mother. Já. Ég er nefnilega ekkert volað mikið inn í þessum heimi sko. Ég hef ekki hort mikið á RuPaul. Nei. Þótt ég hef hort á eitthvað á RuPaul samt sko. Já. Þú nefndir upp að Coco, nei hvað sagður til dæmis býtu, láð mér fara við listan, þetta er náttúrulega fáránlega listi Animatronic úr Scissor Sisters, Lady Gaga Gwen Stefani RuPaul, Michelle Visage Michelle Visage, hvað er það? Hún er oft gestur í RuPaul hún er svona ákveðið queer icon hún er bara, þú veist söngvari, leikkona framleiðandi, bara svona persóna ég veit Mér er alltaf fundist RuPaul vera eitthvað svo strángur það er kannski ekki maður hefur alveg heyrt það eitthvað mannst eftir bara eins og Lalli sem var skólastörnum okkar ég sá alltaf svo mikið svona líkt honum og RuPaul og það er ekki að því að Lalli var samkynhneigður það var meira bara svona þeir voru svo strángir svo hef ég hort á ef ég sé RuPaul þætti svona nýja þá er þetta miklu meira það er svo RuPaul hafi aðeins eitthvað svona slakað á já aðeins búin að tempra sig niður eitthvað þannig en ég er kannski bara eitthvað rugla ég er ekki náttúrulega mikið inn í þessum heimi en sko talandi RuPaul hefur þú séð vídeodagbækur hans Nelson Sullivans? Nei. Nelson Sullivan var sem sagt samkynhneigður maður í Manhattan á áttunni hann var bara með vídeóvél sem hann tók með sér allstaðar og þar sérðu bara kornungan RuPaul með hann út í Psycho og þú sérð bara hinsegin lífið í Manhattan in the 80s það er ótrúlega og það er allt á YouTube og þú sérð bara stórmerkilegt að maður eitthvað in the 80s hafi bara verið þarna labbandi með myndavél og tekið allt upp sko. Það er svo ógeðslega góð þú veist, svona sagfræðileg heimild til þess að eiga allt á YouTube bara farið á skrifið bara Nelson Sullivan á YouTube eða 59th Avenue Project 59th Avenue Project já, 59th Avenue Project 59th Avenue Project en það er bara ótrúlega dagbækur eða vídeodagbækur, vlogg vídeoblogg já hvernig fannst þér? Mér finnst geðveikt sko. Elsku konur ef ég myndi Elsku kallinn mér ég myndi búa til dragdrottningu ætlum að segja þetta saman og í trúðunum að maður fæðir trúð ef maður fæða dragdrottningu þá að því þú fæðir trúð í trúða já, ætli það ekki við þyrstum að fá almennilega dragdrottningu með okkur í næsta þátt í næsta þátt já, kannski en þá erum við 3 já væri það alveg hægt? já, örugglega það, já eða ekki? jú hvað ætla ég að segja? Já, ef ég myndi að fæða eða búa til dragdrottningu í dag þá myndi ég skýrina Eyjafjallajökull það var líka svo gaman út fyrir landstíðina Eyjafjallajökull, myndir bara skýrina það? Já maður þarf stundum sko stundum er maður svona með smá klúrnöfn ég þurfti að finna eitthvað svona íslenskt klúrnöfn já, Eyjafjallajúllur ég myndi heita Lou L-U-E Pína P-I-N-A Lupína, já, next on stage, Lou Pína nei, bara því Heklína þú veist Hekla og svo Eyjafjallajökull svo geta Amerikanar ekki sagt Eyjafjallajökull Eyjafjallajökull ég veit ekki
Nei. I don't know, kannski Ægifulukale. Þetta manni Ægifulukale. Next on stage, Ægifulukale. En endilega sko bara skoðið Heklínu á YouTube og bara það sem hún gerði á sínum tíma. Já, ok, já. Það meira að segja til heimildamind T-Shack sem ég á eftir að finna, mér langar að horfa á það en það erfitt að finna heimildamindina en mér langar að sjá það. Við erum satt áfram sponsorað Forlagið. Ertu ekki að segja það? Við bara forlagið, já, forlagið er búin að vera hérna Það er að breytast í mím. En orðin bakhjarl hjá okkur. Já, nei, já. sko ég svo ógeðslega þakkláttur fyrir þessa styrki frá forlaginu því við erum bara búin að geta gert miklu meira með þáttin okkar. Nýr póster, ný mynd, að geta gert vídeo, borga klippara. Ísak, það er komið nýr já ok meðlimur. Það er hann Ísak okkar og það er klipparinn. Hey! Nei, ég er svo ógeðslega shit, þú skemmtu sjónvarpið. En ég er svo ógeðslega þakkláttur fyrir Ísak. Hann er að gera okkur svo stóran greiða. Og líka, það er honum að þakka núna að það bara vídeóin komið á réttum tíma, skilur. Ég ætla að slaka á þessu. Bara komið út á YouTube á sama tíma og hlaðvarpsþátturinn. En það er til, já, svo þetta heimildamind sem heitir Filthy Gorgeous, The T-Shack Story frá leikstjóranum Sean Mullins sem talar mjög mikið Heklínu. Cause you're filthy Ooh, and it gorgeous Þetta er svo gott band, sko. Já. You're disgusting Ég elska Siður Sisters. Ég tek svona Siður Sisters viku sem ég bara Já, ég gerði það líka. Ég vil hlusta á þetta ræktin og allt, sko. Já, svo gott. Þetta er góð ræktatónlist. Já. Ég var svo til að fara að Siður Sisters tónleika, sko. Þið voru myndið að spila á fullu bara í ár. Þau gerir svo flott sjó, sko. Já. Nema Animatronic var ekki með þau í ár. Hún var einblönd á einhverju öðru. Já, ok. En mitt okkar allra besta Heklína var þar. Geggja band, sko. En ok, skonar. Stöndum upp fyrir okkar fólk. Já. Verndum hinseinleikan. Áfram Ísland. Já, ok. Já, ok. Já, ok. Já, ok.